Já, góðan daginn. Við ætlum núna að sjá hvernig á að búa til fót í skjali. Þá förum við í hérna Insert og þaðan í Footer og veljum Default. Þá birtist þetta svæði hérna fyrir neðan. Það er grátt, sem þýðir það að prentast ekki, en þetta sýnir afmarkar svæði sem við erum að vinna með. Þetta sýnir okkur glöggt hvað svæði við erum að vinna með. Nú, ég ætla að setja inn sjálfvirka dagsetningu. Þá fer ég hérna í Insert Fields eða svæði og set inn Date. Þá kemur þetta Date Fixed og við sjáum eftir hvernig þetta mun koma út í prentun. Nú, ég ætla að fara síðan hérna á miðju mitt skjalið. Þá get ég nota tab-lykilinn sem gerir það og hann stekkur þá beint yfir þetta næsta tabmerki sem er hérna. Við sjáum eftir hvernig hann stekkur yfir þetta tabmerki hér, rétt á eftir. En hérna ætla ég að setja inn blaðsíðutal. Ég ætla ekki prenta inn blaðsíða 1, blaðsíða 2 og svo framvegis. Heldur fer ég Insert Fields og það er Page Number. Ég ætla að fara að finna fyrir framan Page Number. Ég hefði getað að skrifa þetta samt á undan þegar ég fór í hérna Insert Fields. Ég ætla að skrifa hérna blaðsíðu, bil, fara svo hérna fyrir aftan af Insert Fields Page Count. Það sem ég fæ út úr þessu er blaðsíða 1 af 10, blaðsíða 2 af 10 og svo framvegis. Hún sýnir mér blaðsíðutalið miðað við þann fjölda sem ég er með. Við sjáum þetta rétt á eftir hvernig þetta lítur út. Nú ég ætla að stökkva hérna lengst til hægri og hér ætla ég að setja bara inn texta sem er bara Waffema. Nú ég ætla líka að setja inn línu yfir þennan fót. Þá fer ég hérna í format paragraf og í borders flipan og þar vel ég huggulega línu og set hana hérna að ofanverðu. Og ok, þá kemur svo lína hérna á ofanverðu. Og þetta lítur mjög aðstæðlega út kannski núna hérna þegar við horfum á skjalið í augnablikinu, en þegar við færum í File og Page Preview þá sjáum við kannski aðeins betur hvernig þetta lítur út. Dagsetningin er þá í dag, 17. ágúst 2011. Hér stendur blaðsíða 1 af 2. Á næstu blaðsíðu stendur það blaðsíða 2 af 2. Og svo kemur textin Waffema undir þessa línu sem við settum inn. Þetta var að búa til fót. Takk fyrir.